Þá komið að 10. liður á dagskrá Eyrlandsvegur 31, breyting á deiliskipulagi og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á fundi skipulagsráðs þann 1. apríl síðastliðinn var tekin fyrir að lokinni grenndarkynningu tillaga að breytingu á deiluskipulagi sem nær til lóðarinnar Eyrarlandsvegur 31. Var breytingin samþykkt með minniháttar breytingum og var svo afgreiðsla staðfest í bæjarstjórn 7. apríl. Þegar skipulagsráð tók upphaflega ákvörðun að heimila gerð breytingar á deiluskipulagi sem gerir ráð fyrir að húsið Eyrarlandsvegur 31 yrði rifið, lá fyrir umsókn Minjastofnunar dagsett 8. janúar 2019. Í auglýsingaferli breytingarinnar barst síðan ný umsókn frá stofnuninni, dagsett 19. júní 2019. En við afgreiðslu málsins á loknum auglýsingatíma láðist að leggja hana fram og málið því lagt fram að nýju. Skipulagsráð telur að í ljósi ástands núverandi hús sé ekki hægt að gera kröfu uppgerð þess eins og Minjastofnun mæli með. Aftur á móti í skilmálum deiluskipulagsins gerð krafa að nýbygging taki mið af útliti núverandi hús og að hún falli inn í götumyndina í samræmi við ákvæði hverfisverndar. Telur skipulagsráð að ekki sé ástæða til að breyta fyrir afgreiðslu og leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagsbreytingin verði samþykkt að nýju óbreytt. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið málsinu, orðið laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs sem geta samþykkt að deiliskipulagsbreytingi fari í auglýsingu, gefið merki. 11, takk fyrir það.